Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra verður gestur okkar hér eftir augnablik og við spyrjum hann út í hvaða fyrirvara hann geti sætt sig við í Icesave-málinu og mat hans á áliti Ragnars Hall sem hefur sagt að íslenska samninganefndin hafi samið af sér. Spyrjum hann einnig út í tafir á afgreiðslu lána frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, samskipt okkar við Norðurlandaþjóðirnar, aðildarviðræðurnar við Evrópusambandið og hvernig koma á til móts við heimilin í landinu. En við byrjum á Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra sem sestur hjá Sigmari. Steingrímur, vertu velkominn. Takk. Við skulum byrja á máluna sem náttúrulega Icesave. Þetta eitthvað stærsta mál sem að þið stjórnmálamenn og við almenningur stöndum náttúrulega frammi fyrir. Nú verður að tala mikið í þinginu fyrirvara og menn að reyna að semja einhverja fyrirvara við þennan samning sem að liggur þarna fyrir. Hvaða fyrirvara gæti þú sætti við til þess að búa til einhverja samstöðu um málið? Já, ég sætti mig auðvitað alveg prýðilega við það sem að fjárlaganefnd vinnur fram til lausnar málsins og ef að það tryggir breiðari stuðning við það, þá það bara vel. Þetta náttúrulega svo stórt, erfitt mál að það væri ákaflega æskilegt að allir öxluðu mikla ábyrgð og reyndu sitt ítrasta til þess að ná saman um það. Þetta mál sem við verðum að takast á við, þetta mál sem yfirgefur okkur ekki, þetta mál sem við verðum að finna farsæla lendingu á eftir því sem það hægt og mögulegt og aðstæður bjóða upp á. Þetta mál sem við þurfum að leysa og koma út úr ryðja úr vegi þess að við getum síðan haldið áfram, snúið okkur að framtíðinni og sinnt öðrum endurreisnar og uppbyggingarverkefnum sem annars hætta á að tefjist eða stöðvist. Hvað eru þið tilbúin til þess að ganga langt í einhvers konar fyrirvörum til þess að fá stjórnarandstöðuna til liðs við málið? Já, þetta, í mínum huga snýst þetta fyrst og fremst það að málið komið til Alþingis. Það Alþingis sem þarf að heimila framkvæmdarvaldinu að veita ríkisábyrgðina. Samningurinn sem slíkur ekki þar undir. Heldur þetta ákvörðun að heimila ríkisábyrgð á eftirstöðvum lánasamningsins. Það að sjálfsögðu bæði rétt og skylt að Alþingi fari rækilega yfir allt málið, að Alþingi skoði þá umgjörð sem það vill hafa á þessari afgreiðslu og það visst svigrúm til þessa sjálfsögðu að Alþingi móti þessa umgjörð, skilmála sem að það leggur til grundvallar ákvörðun sinni að veita ríkisábyrgðina. Það endurskoðunar eða öryggisákvæði í þessum samningi og Alþingi getur tengt við það ákvæði ýmislegt, sett sér og okkur sjálfum viðmið í þessum efnum. Þetta snýst auðvitað það að við ætlum að reyna að takast á við að greiða þessa skuld, axla okkar ábyrgð í þessum efnum. Það mun verða íþyngjandi. Þetta reikningur sem við hefðum öll vilja losna við, en því miður komumst við ekki undan honum. Þannig að þetta bara spurningin að finna bestu færu leiðina í þessum efnum. En að því þú svarar því ekki, hvar viltu nálgast stjórnarandstöðuna? Það að gagnrýnt marga þætti þessu. Það verið að tala um að koma þarna inn einhverjum ákvæðum sem að kannski gera okkur kleift að taka eitthvað tillit til þeirra sjónarmiða sem Ragnar Hall og fleiri hafa verið að benda á. Er mögulegt að koma einhverju slíku inn í samning? Það búið að fara mjög rækilega yfir þetta mál og það milli 25 og 30 svona atriði eða spurningar sem hafa komið upp og menn hafa haft áhyggjur af. Þetta lykilatriði? Þetta eitt af þeim. Já. En það hefur sem betur fer tekist að útskýra og svara að ég tel með fullnægjandi hættu hverju þessu atriða á fætur öðru. Fyrst höfðu menn áhyggjur af fullveldinu, að við varum bara að missa Alþingishúsið til London og eitthvað svona. Nú búið að afgreiða það mál umræðan það þögnuð. Menn höfðu áhyggjur af því að vextirnir væru háir og kemur í ljós að þetta eru hagstæðustu lán sem ríkið að taka. Einhver komið þá hugmynd að við ættum að borga þetta í íslenskum krónum. Það búið. Menn fóru að óskapast yfir því að við værum að borga lögfræðikostnað Breta gegn okkur sjálfum. Nei, það kemur í ljós að þetta umsýslan við að borga út til innistæðu hafana sem á 400.000. Kostnaður sem hefði alltaf... Og það umdeilanlegt að við höfum endilega átt að borga það kostnað. Nei, kostnaður sem að auðvitað hefði alltaf einhverjum hluta lent á okkur. Bretar tókuð upp í sjálfum sér að greiða þetta. En annars, við hefðum í raun og veru átt að standa í því hérna frá Íslandi að greiða hverjum og einum 20.887 eurur og halda menn að það hefði ekki kostað eitthvað. Ætli það nú ekki. Þannig að sem betur fer það þannig að þegar menn fara yfir þetta þá hefur tekist að útskýra og svara með fullnægjandi hætti að ég tel öllum þessum helstu efnisatriðum sem upp hafa komið. Er búið að svara því sem Ragnar Hall? Er búið að svara því með það að endurskoðunarákvæði sé nægjanlega sterkt? Er búið að svara því hvort að það geti ekki verið eitthvað viðmiðin í samningnum sem að gera ráð fyrir því að við borgum ekki meira ef efnahagsaðstæður eru? Nei, enda getum við vel sett okkur slík viðmið og það væntanlegt að því sem fjárlaganefnd að skoða. Það akkúrat það sem ég segi. Við getum bundið þessa afgreiðslu ýmsum viðmiðum á okkar hálfu skilmálum, tengt það við endurskoðunarákvæði og svo framvegis. Eftir atvikum áskilið okkur einhvern tilkinn rétt sem inn í framtíðina.
gagnvart óvissu sem kann að vera uppi, þar á meðal mögulega lagalegri óvissu. Svo vil ég fá að segja þetta með sem kennt er við Ragnar H. Hall, sem örugglega á góðum hug hefur komið fram með þessi sjónarmið og hafði áhyggjur af því að þarna hefðu menn kannski samið af sér. Hvað kemur í ljós? Það er búið að fara mjög rækilega yfir það mál. Það er búið að taka saman lögfræðileg álit af mörgum innlendum aðilum, reyndir skiptastjórar hafa komað fyrir nefndina, það er búið að leita til evrópskra lögfræðinga, það er búið að afla gagna frá hinum Norðurlöndunum og búið að skoða þetta mjög vel og niðurstaðan er að mínu mati alveg skýr. Það er engin lagaleg stoð fyrir þessu sjónarmiði, í fyrsta lagi ekki í íslenskum rétti. Það er það ekki. Það er umdeilanlegt. Það er umdeilanlegt, já, en ég er orðinn nokkuð sannfærður eftir að hafa skoðað rækilega lögfræðiálit og rætt við marga helstu og reyndustu skiptastjóra landsins. Í öðru lagi er það þannig að það er augljóst að þetta stenst ekki Evrópuréttin. Það höfum við núna mjög rækilega lögfræðiálit frá hollenskum prófessor og lögfræðingi í Brussel og frá fleiri aðilum. Það er til sérfræðingar sem segja líka því gagnstæða. Þetta myndi stangast á við Evrópuréttin og við erum bundin af honum samkvæmt EES. Í þriðja lagi er það þannig að íslensk stjórnvöld, þáverandi ríkisstjórn og seðlabankastjóri skrifuðu undir það í nóvember að við skuldbundum okkur til þess í samstarfsáætluninni við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn að tryggja öllum kröfuhöfum og innistæðueigendum jafnræði, jafna meðferð. Í fjórða lagi þegar við skoðum réttin í nágrannalöndunum sem eru annaðhvort inn í ESB eða EES-lönd eins og við, hvernig er það þá? Í Noregi er nákvæmlega sama staða og hér hjá okkur og samkvæmt samningnum, að þessir aðilar eru allir jafn settir. En í Danmörku og Bretlandi er það þannig að innistæðueigandinn hefur forgang umfram innistæðutryggingarsjóðinn. Það er sem sagt öfugt við það sem Ragnar H. Hall og fleiri hafa haldið fram. Að innistæðueigandinn með það sem að innistæðutryggingakerfi tryggir honum ekki á kröfu á undan sjóðnum. Þannig að í raun og veru er þannig að það er hagstæðara fyrir okkur að niðurstaðan sé eins og hún er samkvæmt samningnum heldur en ef þetta hefði verið samkvæmt breskum eða dönskum reglum. Þannig að niðurstaðan málsins er sú að mínu mati og þessi gögn munu öll fylgja málinu frá fjárlaganefnd að það er eiginlega orðið hafið yfir allan vafa að það eru ekki lagaleg stoð fyrir þessu. Yfir allan vafa. Það er deilt nánast hvert einasta atriði af þessu sem að þú ert að nefna. Það eru mjög flinkir lögspekingar, lagaprófessorar og alls konar sérfræðingar sem halda hennu gagnstæða fram í þig. Þeir hagsmunir sem þeir halda fram eru betri og skárri málstæður er það ekki fyrir Ísland vegna þess að spara kannski 200-300 milljarða en þú talar alltaf fyrir hinum. Tala ég fyrir hinum? Ég vildi svo gjarnan að hitt væri rétt og við hefðum eitthvað að sögja fyrir Íslendinga, við Breta. Af hverju talar þú ekki út frá þeim hagsmunum sem að koma okkur betur þegar það er lagalegur ágreiningur? Við erum að ræða hver séu rétt gild lög í þessum efnum. Ég er að svara gagnrýni á ég er að svara gagnrýni á samningin sem að mínum mati er ekki réttmætt vegna þess að hann byggir nákvæmlega á íslenskum rétti, evrópskum rétti og niðurstaðan gat ekki orðið önnur þetta er samt sem áður deilt og átt þú ekki sem fjármálaráðherra ríkisins og þjóðarinnar að tala frekar fyrir þeirri lausn sem að sparar íslenskum skattgreiðendum 200-300 milljörðum króna. Nei, ekki ef það er ekki innistæður fyrir henni. Ég á að reyna að greina það hvað er rétt í málinu og tala fyrir því með málefnalegum rökum og sjónarmiðum. Ég hef eytt miklum tíma í þetta sjálfur, ég er ekki lögfræðingur, en ég hef kallað til mín fjölda manna, heyrt í mönnum í síma, ég hef lesið öll lögfræðiálitin og ég hef stuðlað af því að þeirra verið aflað. Þú hefur líka heyrt þeim sem halda hinu framstöngum. Já, ég veit það. Ég viðurkenni alveg að það sjónarmið er til. Það hefur verið rækilega skoðað til að skoða hvort það væru innistæður fyrir því. Niðurstaða málsins er að mínum mati sú, hún er orðin gífurlega vel rökstudd mörgum mismunandi lögfræðiálitum, bæði innlendum og erlendum og könnun á gögnum málsins að þetta er ekki svona. Heldur hlutukröfurnar að verða jafnsettar. Það eru margir sérfræðingar sem halda hennu gagnstæða fram. Af hverju var ekki meira látið á þetta reyna í samningaviðræðunum sjálfu vegna þess að við höfum heyrt af því að þessu hafi ekkert verið haldið neitt sérstaklega mikið á lofti af samninganefndinni núna? Þetta var að sjálfsögðu rætt en fljótlega urðu menn sammála það og það var strax í haust sem viðræðurnar fóru af stað í þann farveg eða vetur að þetta væri svona grundvöllur skiptana í búinu að menn myndu þurfa að nálgast málið svona og þá auðvitað ganga menn út frá því sem þeir telja bara vera gildandi lög og rétt og geta ekkert annað gert og ég verð líka að minna menn á það vegna umfjöllunar sem hefur orðið hér að undanförnu að samninganefndin tekur auðvitað við þessu máli í mjög þröngri stöðu og er með mjög bundnar hendur og hún er að reyna að gera það besta sem hún getur úr afar erfiðum aðstæðum og ég er mjög sár yfir þeirri gagnrýni sem það góða fólk hefur fengið á sig
sem lagði alla sína orku í. Steingrímur, fólk er hundsárt hérna á Íslandi yfir því að það telur að það sé ekki verið að gæta nógu mikið að hagsmunum íslenska skattgreiðenda. Það hljóta að vera gild rök. Já, auðvitað hafa menn alla rétt til að vera sárir og reiðir yfir þessu Icesave-máli. En sökudólgurinn eru ekki þeir sem eru að reyna að leysa það. Nei, en þetta er heldur þeir sem bjuggu málið til. En þetta er spurning hvernig þið leysið úr því og það er verið að gagnrýna það að þið séuð ekki að gera það nógu vel. Úrlausnin hlýtur alltaf að taka mið af þeim aðstæðum sem menn hafa til að leysa málin. Það er ekki hægt að gera þá kröfur til 2 pars í bridge sem hefur bara lágspil á hendi að það standi 3 grönd. Samningsaðstæðurnar, málsástæðurnar hljóta alltaf að ráða því hvernig niðurstaðan gátt orðið. Það gat aldrei komið annað en erfið niðurstaða út úr þessu ólánsmáli fyrir landið, sama hversu góða samningamenn menn hefðu haft. Nú er þetta vissulega flókið mál, lögfræðilega og á alla kanta. En ef við stillum þessu bara upp eins og ég held að rosalega margir heima hjá sér geri, bara út frá ákveðnum sanngirnissjónarmiðum. Ef að þú værir sjálfur að deila, ekki fyrir hönd íslenska ríkisins heldur sjálfa þig, þú myndir örugglega aldrei sætta þig við það. Að ef að þú ert beittur svona þvingunum eins og Bretar og Hollendingar gera margra mati, að þú getur ekki farið til einhvers óháðs aðila og látið skera úr það að væri lagalegur ákvörðungur það hver ætti að borga hvað. Nei, það er alveg rétt, það er ósanngjarnt. Það er eitt af því sem, það er eitt af mörgum. Af hverju látum við það ganga yfir okkur? Eigum við að fara að reyna að taka það mál upp aftur núna? Sem við gáfum eftir í haust. En af hverju hafa menn samt ekki gengið lengra á það vegna þess að þegar að 2 deila og það er svona mikill munur á því hver á að borga hvað, þá hlýtur að vera eðlilegt að einhver hlutlaus skeri úr í málinu. Sko, það er þannig. Já, það er alveg eðlilegt. Og þess vegna, en það virðist ekki vera það í þessu samningi. Það var reynt í byrjun og því var hafnað og menn gáfust upp og féllust á það að dómstólaleiðin væri út úr myndinni. Og síðasti fresturinn til að koma þessum ágreiningi fyrir dómstóla rann út 7. janúar þegar þáverandi ríkisstjórn nýtti ekki réttinn til þess að höfða mál annaðhvort fyrir hendur ríkisins eða Landsbankans gegn breskum stjórnvöldum. Og menn féllust á það að í nóvember og síðan með þingsályktunartillögunni í desember að fara samningaleiðina. Það er veruleikinn. Alþingi fól framkvæmda valdinu að leiða máli til lykta með samningum og það öfundsverða hlutskipti fengum við svo í okkar hendur í febrúar og ég sem fjármálaráðherra að bera ábyrgð á samningunum. Og ég bara segi það, ég get ekki sannar orð sagt en það, ég tel að allir sem að því máli hafa komið síðan hafi gert sitt allra besta og það segi hæstamáta ósanngjarnt að reyna að draga þá núna fram sem sökudólgana og vandamáli. Það eru þeir sem bjuggu þetta til sem að reiðin á að beinast gegn. Það hlýtur að mega gagnrýna og það hlýtur að vera skylt að gagnrýna það þegar aðrar er skuldbindingar undir. Enda er það þannig að ef að það stendur eftir einhvers staðar vel rökstutt og ígrundað að mönnum hafi orðið á mistök, þá skal ég verða fyrstur manna til að viðurkenna þau. En ég tek það ekki á mig og þaðan á síður á samninganefndina sem ég ber pólitíska ábyrgð á og ætla ekki að hlaupa undan. Á meðan að menn hafi ekki getað sýnt fram að það með óyggjandi lagalegum rökum að við hefðum átt einhvern betri kost í stöðunni en þann sem var niðurstaðan. Þetta er í grunninn lánasamningur vegna þess að við vorum búin að viðurkenna það að við bærum þessa ábyrgð upp á 20.887 evrum á hverjum einasta reikningi. Það er viðurkennt í október af Innlánstryggingasjóðnum íslenska. Hann viðurkennir greiðsluskyldu sína af því að Landsbankinn sé hruninn og get ekki borgað sjálfur. Og menn skuli líka hugleiða hvað gerist núna næstkomandi október ef engin samningur er til staðar, engin lausn er í málinu. Þá gjaldfellur allur reikningurinn á íslenska Innlánstryggingasjóðinn. Hann á enga peninga fyrir því. Hvað gerist þá? Þá hefjast væntanlega innheimtu aðgerðir gegn honum og okkur. Þannig að það að ná að leysa málið og koma því í farveg í tengslum við allt sem á því hangir er gríðarlega stórt mál. Þetta er erfitt, okkur finnst þetta sárt. Það er rétt, það er ósanngjarnt að almenningur á Íslandi skuli sitja uppi með allt það tjón sem að þetta skelfilega bankahrun er að valda okkur og þetta er bara hluti þess. Svo við lokum þessari að við ætlum að tala um fleiri mál. Það er sem sagt ekkert inn í myndinni að þetta sjónarmið sem við töluðum um áðan sem Ragnar Halló þeir eru að tala fyrir að það verði með einhverjum hætti inn í samningnum. Jú, ekki inn í samningnum sjálfu. Inn í þeim fyrirvörum sem settir inn. Það getur vel verið að það sé hægt að skoða það. Ef svo ólíklega vildi til. Það er semst ekki búið íta því út á borðinu. Nei, ég meina fjárlaganefnd er örugglega að fara rækilega yfir það eins og allt annað og hún er að fá öll þessi lögfræðigögn og öll þessi álit til sín. Ég tel hverfandi líkur á því miður get ég sagt að í því sé nokkur vinningsstaða fyrir okkur. Þó að þessu máli hafi verið nú gert hátt undir höfði hér og mikið það fjalla hjá ykkur í gær og vefur Morgunblaðsins að láta reikna þetta út og allt þetta. Eins og þetta séu bara algild vísindi að við höfum átt eitthvað val í þessum efnum.
Þannig held ég nú ekki að það sé. Nei, en það ég held ég aftur til haga, það lögfræðilegur ágreiningur. Já, og honum vel mögulegt, það kann vel að vera mögulegt að það sé hægt að halda honum til haga með einhverjum hætti vegna þess að það lítur allavega að vera skylda ykkar að gera það. Þessu búi náttúrulega skipt á Íslandi á grundvelli íslenskra laga. Og það lítur að vera skylda ykkar að gera. Og samningurinn breytir því ekki. Við skulum hafa það í huga. Já, við skulum tala nú alþjóðagjaldeyrissjóðinn og þetta náttúrulega tengist ICEF. Það alveg hafið yfir allan vafa í þínum huga að við erum ekki ennþá að fá þá fyrirgreiðslu sem okkur hefur verið lofað frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum út af því að við erum ekki búin að ganga frá ICEF? Það svo klift og skorið? Já. Ekki flóknar en það? Nei, vegna þess að við náðum að uppfylla öll skilyrði og koma öllum málum í þann farveg sem til var ætlast af okkur og það í raun og veru viðurkennt. Við erum búin að taka á ríkisfjármálunum, við erum búin að ná þeim áföngum í endurreisn bankakerfisins sem þurfti til, það var fullnægjandi að mati alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Við erum búin að landa lánasamningunum við hin Norðurlöndin og við erum búin að gera fjölmargt fleira sem til þurfti og það var engin önnur og engin önnur skýring eftir en sú tenging því miður inn í óleysta ICEF-deilu sem hefur lúrt á bakvið í þessu máli alveg frá byrjun. Og hvað segir þá þetta okkur alþjóðagjaldeyrissjóðinn, Evrópusambandið, Hollendinga, Breta, Norðmenn, Svía og allar þessar þjóðir? Það bara verið að svínbeygja okkur þetta ekki. Þetta auðvitað harður heimur og við vildum gjarnan að þessi hlutir snéru öðruvísi að okkur. En við verðum náttúrulega að horfast í augu veruleikann eins og hann er. Og við breytum ekki bara umheiminum af því að við séum ósátt við hann. Við verðum að spila úr hlutunum í ljósi raunsæs mats á okkar aðstæðum og okkar stöðu. Já, hvað segir þetta vinaþjóður okkar sem alltaf verið að tala Norðmenn, Svía? Já, sem skilir aðstoðina sína með þessum hætti. Sko það liggur bara fyrir í forsendum málsins og í afgreiðslu þeirra í þjóðþingunum að þeir líta á það sem hluta af lausn þessara heildarmála að ICEF-málið á því hafi fundist lausn. Reyndar setja þeir þetta þannig fram, til dæmis í sænsku greinargerðinni, að þeir vilji hafa tryggingu fyrir því að lánið frá sér gangi ekki inn í ICEF-greiðslurnar. Þannig tengingin búin eða innpökkuð af þeirra hálfu. En við skulum þá ekki horfa fram hjá hinu heldur að þessar þjóðir að lána okkur mikla peninga, jafnvel á sinn mælikvarða. Við skulum ekki gera lítið úr því heldur að það ekki þannig að menn standi í biðröð tilbúnir með aðstoð, lánafyrirgreiðslu eða stuðning við Ísland. Nei, öðru nær. Við leituðum sjálf á náðir alþjóðagjaldeyrissjóðsins og sú hugsun og sú staðreyndir okkur mörgum þungbær. En þannig staðan. Og það eru norðurlanda þjóðirnar sem þrátt fyrir allt að koma inn í prógramið og ætla að veita okkur umtalsverð lán til að byggja upp okkar gjaldeyrisvaraforða. Ekki fyrir að við erum búin að borga ICEF sem náttúrulega... Nei, en hefðu menn verið ánægðir með ef þau hefðu bara sagt nei. Auðvitað hefði ég viljað að þetta væri alveg skilyrða laust eins og láni frá Færeyingum og að mér skilt að væntanlega Pólverjar myndu líka vera tilbúin til að hafa sitt lán án nokkurra tenginga. En veruleikinn svona og það var niðurstaða norrænu þjóðanna að halda hópinn í þessum efnum. Það þýðir ekki endilega að þau hafi öll verið sammála að svona væri þetta. Niðurstaða þeirra var að halda hópinn og hafa sömu afstöðu í þessum efnum. Tekur þú þá undir það, Steingrímur, svo ég vitni efnislega ekki orðrétt í Evu Joly í grein á dögunum að Evrópusambandið, alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Bretar, Hollendingar og fleiri væri í raun og veru að níðast á okkur? Hún notar ekki þetta orðalag en þetta alveg inntak í því sem hún að segja. Þetta harður heimur. Og við erum bara að upplifa hvernig það að vera smáþjóð í veikri stöðu í samskiptum við svona aðila. Það sárt, en svona þetta. Það engin annars bróðir í leik. Og við höfum verið beitt hörðu, sérstaklega auðvitað Bretum í haust. Og að sjálfsögðu vildi maður gjarnan að við hefðum átt meiri skilningi að mæta og að Norðurlanda þjóðirnar hefðu svona treystið til þess að standa meira þétt með okkur sem Norðurlönd, minna sem Evrópusambandsríki, sum hver. En svona það nú ekki. Ég held að þjóni takmörkuðum tilgangi fyrir Ísland að reyna að draga upp þá mynd af öllum umheiminum að það séu allir vondir við okkur og við séum beitt órétti og harðræði úr öllum áttum, að við séum einhver algjörlega saklaus fórnarlömb í þeirri aðstæðu sem við erum í. Við verðum sem þjóð að þora líka að horfa í spegil. Við verðum að horfa í augun okkur sjálfum og viðurkenna að við klúðrum málum. Við fórum illa ráð okkar. Við skemmdum orðstíð okkar erlendis. Og þá býður okkar mikið verk að bæta úr því og besta landkynningin fyrir Ísland á að vera sú að okkur gangi vel í endurreisninni og að það fara að koma góðar fréttir frá Íslandi. Það það sem skiptir öllu máli bæði fyrir okkur sjálf og fyrir orðstíð okkar gagnvart umheiminum. Já, við skulum
tala núna aðeins annað risamál frá því fyrir í sumar, það ESB og Evrópusambandið. Jón Bjarnason, ráðherra í ríkisstjórninni, hann vill fresta aðildarviðræðum við ESB vegna þess að samningsstaður okkar ekki góð og einmitt út af öllum þessum hótunum og þessum samskiptum við nágrannaþjóðina sem við erum að tala um. Ertu sammála honum? Ekki það að fresta viðræðunum. Ég skil alveg sjónarmið Jóns og það kemur mér ekkert á óvart. Hann lítur ekki á það sem brýnt verkefni að fara eða tíma og peningum í þessa viðræðu núna. En hann hefur jafnframt tekið það alveg skýrt fram að hann mun rækta sínar embættisskyldur af samviskusemi og passa vel upp á hagsmuni þeirra málaflokka sem undir hann heyra. Hann var að lýsa sínum persónulegu sjónarmiðum í þessum efnum, en hann leið bæði í þingi og fjölmiðlum hefur sagt þetta mun engin áhrif hafa á það að ég mun rækja mínar embættisskyldur sem ráðherra. Þannig að ég sé ekkert sérstakt vandamál í þessum efnum. Finnst þér ekkert athugavert svona ummæli frá ráðherra sem nýbúin sem að sæti ríkisstjórn sem nýbúin að samþykkja þingsályktunartillögu frá ríkisstjórnin það að ganga til aðildarviðræðna? Einn bakkur út og segir við viljum fresta þessu. Jón hafði náttúrulega sína afstöðu í því máli eins og allir vita og hún lá fyrir. Það var öllum ljóst að hann styddi ekki það að við færum við þessar viðræður og hans persónulega sjónarmið að við höfum margt annað þarfar að gera og hann hefur alveg leyfi til að hafa það sjónarmið. Þegar að hann En þetta náttúrulega ekkert samfærandi fyrir ríkisstjórnin. Jú, þegar að hann og í ljósi þess að hann hefur tekið af allan vafa það mun engin áhrif hafa hins vegar á hans embættisskyldur sem ráðherra og ég held að mörgum líði vel, bæði sveitum landsins og við sjávarsíðuna, að vita að þá málaflokka einmitt í höndum Jóns Bjarnasonar núna. Hvað gerðu menn í Noregi þegar að mjög umdeild umsókn aðild að Evrópusambandinu var send inn til Noregs? Gro Harlem Brundtland skipaði yfirlýstan Evrópusambands aðildar andstæðing sjávarútvegsráðherra á meðan viðræðurnar voru í gangi. Þannig að það nú ekki eins og það sé nýtt undir sólinni að menn séu í viðræðum þó að málin séu umdeild og mismunandi sjónarmið séu til staðar í þess vegna inn í ríkisstjórn. Hann náttúrulega yfir stærstu og umdeildustu málaflokkunum í samningaviðræðum sem eru landbúnaðurinn og sjávarútvegurinn. Já, og þá ekki bara ágætt að hafa þar efasemda mann? Ekki efinn hollur förunautur einmitt í svona leiðangri? Liði mönnum betur með það á Íslandi ef allir sem kæma að viðræðunum væru algjörlega fyrirfram gegnum samfærður að við ættum að bara fara inn hvað sem það kostaði. Ég ekki viss að það væri betra. Það væri ekki auðveldara að semja viti við Evrópusambandið og menn væri nú kannski svolítið sammála það í hvað átt eigi að stefna. Það eru allir sammála það núna að framfylgja stefnu Alþingis í málinu. Framkvæmdarvaldið bundið að henni. Það ekki tekið á neinum í því. En hver þín staða inn í flokknum eftir þetta allt vegna þess að flokksmenn þínir úr Norðausturkjördæmi, menn sem sátt á lista með þér. Þeir sögðu að þú værir ómerkingur orðaðina ef þú samþykktir viðræði við ESB og gerðir jafnframt þessa sömu samstarfsmenn þína ómerkingum orða sinna ef þú myndir greiða atkvæði eins og þú svo gerðir. Já, ég ekki sammála. Þetta hörð orð og má ekki alveg segja þau séu svona. Nei, ég ekki sammála þessu mati, þessar ágætu félaga minna. Þeir hafa auðvitað fullt leyfi til að hafa þessa skoðun og viðra þessa gagnrýni. Ég kvenka mér ekkert sérstaklega undan þeim. Ég veit líka vel að mjög stór massi flokksmanna og stuðningsmanna okkar deilir ekki þessa skoðun með þeim og það hef ég orðið rækilega var við. Fólk skilur þar aðstæður sem hér kom upp og það mikill hugur í mönnum að þessi ríkisstjórn hún haldi saman og að við látum ekki þau ósköp gerast að þeir sem lögðu hér allt í rúst komist aftur til valda á næstunni. En hvað gera með það hvað sem kostar sko? Til þess var óumflýjanlegt að gera málamiðlanir í þessu máli og ég tel að það séu samrýmanlega stefnu okkar flokks og eins og hún útfærð. Við höfum alltaf sagt að aðalatriðið sé það að það sé íslenska þjóðin sem taki þessa stóru ákvörðun að lokum og það mun hún gera í þjóðaratkvæðagreiðslu fari málið svo langt að samningur verði til staðar til að bera undir hana. En Steingrímur, ef við spólum kannski ára aftur í tíman, hvern hefði grunað fyrir ári að Steingrímur Sigfússon ætti eftir að vera í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, ætti eftir að vera í aðildarviðræðum með Evrópusambandið að eigin frumkvæði með samstarfsflokknum, ætti eftir að hafa samþykkt stöðugleikasáttmála sem inniheldur álver og svo fleira og fleira. Þú ert búin að ganga svolítið langt frá þinni stefnu og þinni samfæringu til þess að setjast í þessa ríkisstjórn. Nei, það tel ég ekki vera. Við höfum vissulega, aðstæðurnar hafa vissulega fært manni upp í hendur ótrúlega hluti. Ég tek alveg undir það. Já, ég meina þetta sem ég að telja þetta eru stóru málin ykkar, þetta eru risamálin ykkar. Það er rétt. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var komin hér, við vorum komin í samstarfi hann þegar ríkisstjórnin mynduð 1. febrúar. Stefna ríkisstjórnar stóriðin málum byggir á því að við hróflum ekki við þegar teknum ákvörðun, en framtíðin vörðuð öðrum leiðarljósum. Á anda okkar stefnu. Þú talar alltaf eins og þið séuð eitthvað fórnarlamb aðstæðna bara. Ég meina, stefna flokksins áfram skýr og þið hljótið halda áfram að berjast fyrir því sem þið börðust fyrir kosningar. Já.
Fyrst og fremst, þið gerir það ekki núna. Sko, fyrst og fremst erum við að berjast fyrir því að reyna að koma Íslandi í gegnum þessa erfiðleika og inn í betri framtíð. Og til þess verður maður að leggja ýmislegt á sig. Og ég mun ekki unna mér mikilla hvíldar á meðan ég trúi því að ég sé þrátt fyrir allt að gera eitthvað gagn í þeim efnum. Ég mun heldur gera líka ekki unna mér mikillar hvíldar á meðan ég get komið í veg fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn komi hérna aftur til valda sem lagði hér allt í rúst. Ég er ekki í fótspor hans og samþykkir álver farir samstarfi Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það sem ég kannski reyna að segja er að þú er svolítið langt frá því þessum þú varst áður og staðfestan sem að þú hefur nú held ég og margir í VG talið sitt helsta einkennismerki. Það er ekki alveg glansandi og það var. Sko, við erum nú í fyrsta lagi ekki eini ríkisstjórn. Nei. Við erum í öðru lagi að mynda hér ríkisstjórn og vinna að hlutum í algerlega afbrigðilegum aðstæðum. Þar sem menn velja sér ekkert að öllu leyti vígvöllin. Hann er lagður af þessum ógnar aðstæðum sem íslenskt samfélag hefur verið að ganga í gegnum. Og allir það marki nú ekki dálítið stöðuna og valdi því ekki að maður verður að leggja ýmislegt á sig. Þetta er ekki beinlínis kjör aðstæður fyrir hreintrúar hugmyndafræði. Við verðum að gera það sem verður að gera. Það skiptir máli hver gerir það. Ég trúi því alveg einlæglega að það verði betra fyrir íslenskt samfélag að við höldum utan það og við reynum að leiða það í gegnum erfiðleikana heldur en þeir sem orsökuðu hrunið. Og stefnan er skýr. Hún er í áttina að norrænum samábyrgum velferðarsamfélagi sem við ætlum að endurreisa hérna á Íslandi. Þannig að það er pólitík sem ég á ekki neinum vandræðum með. Og gagnvart framtíðinni í þessum málum sem þú segir, hvort sem það eru stóriðumálin, utanríkismálin, samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eða annað, þá er það ekkert hugsjóna áfall fyrir mig að vinna úr þeim aðstæðum sem Ísland var komið í þessum efnum. Ég viðurkenni alveg að Evrópusambandsmálið er annars eðlis. Það er alveg rétt. Það var erfitt og ég hef játað það. Mér þykir það miður að margir góðir félagar okkar eiga erfitt með að sætta sig við. Að við töldum okkur knúin til að ganga þetta langt í málamiðlun í þeim efnum. Til þess að þessi ríkisstjórn gæti orðið til. En ég hef líka verið hreinskilinn með það. Ég hef ekkert falið það. Það var ákveðin fórnarkostnaður sem við erum að færa til þess að þessi ríkisstjórn gæti orðið til. Fyrsta hreina vinstri stjórnin í sögu lýðveldisins sem að ég mun leggja mikið á mig til þess að lifi löngu lífi og komi samfélaginu á okkar forsendum, jafnaðar og samhjálpar í gegnum erfiðleikana. En þetta kannski er ágætis inngangur inn í umræðu svona stutt í lokin samstarfi við Samfylkinguna því að það vilja margir meina það að þið séuð alltaf að taka skellin í þessu samstarfi. Þú ert hérna blóðugur upp á öxlum í Evrópumálum og að verja ISAF og með það heyrist kannski minna til Samfylkingarinnar og þetta er svona eins og þið þurfum að færa miklu meiri fórnir heldur en Samfylkingin í þessu stjórnarsamstarfi. Af hverju er það? Ég kaupi nú ekki endilega að það sé þannig. Ég held vissulega... Finnst þér Samfylkingin hafa bakkað ykkur mikið upp til dæmis í ISAF-málinu? Já, það tel ég að þau hafi gert. Það er fullkomin samvinna og mjög góð milli mín og forsætisráðherra mín og utanríkisráðherra mín og formanns fjárlaganefndar sem er að vinna mjög góða vinnu í þeim efnum. Ég held að þessi mynd kannski hafi dregist svolítið upp vegna þess að það hafa gríðarlega mörg og stór erfið verkefni lent á fjármálaráðuneytinu, lent á mér. Það er alveg rétt. Þangað hafa safnast mörg af þessum erfiðu málum sem hafa verið mjög fyrirferðarmikil í umræðunni. Við erum með ríkisfjármálin, niðurskurðin og skattana þar. Við fengum ISAF-samningana í hendur. Við fengum samningana við norrænu löndinu gjaldeyrislán í hendur. Við berum ábyrgð á endurreisn bankakerfisins og svo framvegis. Þannig að veruleikin er bara sá að við þessar aðstæður í efnahagslífinu, ríkisfjármálunum og hagkerfinu þá hlaðast gríðarleg og þung vandamál og verkefni á aumingja vesalins fjármálaráðuneyti og það hefur heldur betur fengið að finna fyrir því í vetur. Og má ég þá nota tækifæri og hrósa því góða fólki sem þar hefur unnið alveg ævintýralega mikið starf undanfarna mánuði. En óttast ekki þetta fyrir ykkur fari eins og til að mynda framsókn í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn þegar að þessar aðstæður eru upp eins og núna eru, stærri flokkurinn er ekki að taka á sig kannski sama skellin og því að ég held að þú getur alveg tekið undir það með mér að þetta er svona? Ég er ekkert að hugsa það. Nei? Ég er bara að hugsa það að verkin gangi, að við náum árangri. Og maður vinnur dag og nótt vegna sem maður trúir því að það sé gott fyrir Ísland og samfélagið. Og meðan maður er að gera gagn, þá er það alveg nóg fyrir mig. Við komum og förum þessi stjórnmálamenn og það er hægt að skipta út í þeim efnum kemur maður í mannstað. Ísland er það sem skiptir máli. Framtíðin er það sem skiptir máli. Að við höfum sjónir á því hvert við ætlum og hvernig við ætlum að fara í gegnum þetta. Og mér nægir það alveg
ef að eftirmælin verða þau að ég hafi gert gagn, ég hafi lagt mig undir, ég hafi fórnað mig fyrir Ísland við erfiðar aðstæður. Ég veit vel að það erfitt. Ég veit vel að ég að taka margar óvinsælar ákvarðanir. Það óumflýjanlegt. Það ekki hægt annað. Landið þarf ekki á stjórnmálamönnum að halda núna sem kvenka sér undan því að takast á við erfið verkefni og hrökkva frá þeim. Landið þarf á hinu gagnstæða að halda. Og það miklu betra fyrir okkur að menn nálgist málin þannig og sætti sig þá við það að fara síðan í burt út úr stjórnmálum með óvinsældarnir á herðunum. Finnski fjármálaráðherrann sem var það í gegnum kreppuna, ég held að hann sé enn óvinsælasti stjórnmálamaður Finnlands, en það líka sagt að hann gerði mikið gagn vegna þess að hann tók á sínar herðar þær óvinsælu og erfiðu ákvarðanir sem var óumflýjanlegt að taka og ef menn ná að gera það þannig að það gert á skásta mögulegan hátt, þá ekki hægt að biðja meira. Takk fyrir komuna. Takk.